Þá segi ég 14. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra settan. Hann hefur frestast til klukkan 16:52 vegna funda sveitarstjórnar Rangárþings ytra með sveitarstjórn Ásarhrepps sem skýrist hér í liðum á eftir. En það er tillaga breyting á dagskrá að við bætist liður 3, fundagerðar samráðsnefndar Rangárþings ytra og Ásarhrepps. Aðrir liðir færist niður. Þeir sem að geta samþykkt þetta gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Áður en við göngum til dagskrá. Það sveitarstjóri að gera grein fyrir störfum á milli sveitarstjórnar. Já, Oddviti, þakka þér fyrir það. Það er nú bara mjög margt sem að hefur verið að gerast. Það er svo margt skemmtilegt að gerast hjá sveitarfélaginu. Og það sem að kannski við þetta mér fyrst í huga nefna er auðvitað skólarnir sem að, það er grunnskólarnir sem að hafa verið að ljúka sínum vetrastarfi. Það hafa verið útskriftir þar sem og á leikskólum auðvitað, þar sem að elstu afgangar er að flytjast upp á næsta menntastig. Og hér voru glæsilegar útskriftarhátíðir hjá skólunum okkar. Nú svona framkvæmdum að þá er þetta allt að fara af stað. Vinnuskólinn byrjaður og veðrið að batna og að ræsa sláttuvélarna og sópa og slíkt og til að gera nú fínt hjá okkur fyrir meðan 17. og 19. júní sem eru stórhátíðardagar framundan. Þannig að það er ánægjulegt og síðan er þetta eins og við sjáum mikla framkvæmdir hérna í tengslum við lagningu eins og við tökum hérna úr þorpinu, lagningu rafstreng hérna í jörðu sem liggur í gegnum hérna Helluþorp. Að við ástæðilega að nefna það er komið á fulllandskrið og þannig að það er gaman að sjá að það er ýmislegt að gerast. Nú síðan er auðvitað margt af því sem kemur fram á þessu fundi sem hefur verið áberandi á síðasta fundi og nefni til dæmis endurskoðun á sorpmálunum og sérstaklega sem tengist sumarbústaðunum og síðan þessi fjarskiptamál sem hafa verið auðvitað mjög áberandi og samstarfsmál okkar við meðal annars Áshrepinga. Þannig að ég vil nefna það. Nú síðan er hérna á skrifstofunni hjá okkur og þá er þessi kjaraviðarstofnun komin aftur til starfa, fullar að starfa sem okkar aðalbókari og Eyþór Björnsson hefur horfið til annarra starfa. Hans samningi lauk núna 31. maí. Þannig að það eru svona þessar starfsmannabreytingar helstar. En síðan, já ég vil svona nefna þetta, annars er þetta bara alls konar almenn mál, það er mjög mikið leitað til okkar. Ég finn það á vorin að þá vaknar ýmislegt, menn er að spurja og fá leiðbeiningar eitt og annað. Og það er framkvæmda hugur í fólki í sveitarfélaginu. Það er margir sem koma með teikningar og er að velta fyrir sér einhverjum framkvæmdum þessa dagana. Þannig að ég tek eftir því á skrifstofunni hjá okkur. Það er líka það gerast, en ég veit þetta dög. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár. Það er fyrsti liður, kosningar í embætti sveitarstjórnar. Það er eitt kosning oddvita. Það er tillaga að kjósa Þorgils Torfa Jónsson sem oddvita til 3 ára frá 2015 til 2018. Þeir sem að geta samþykkt það gefa merki. Einhverju á móti. Það er samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Það er þetta að gera svo ekki? Spurning áður en að fram með haldið. Ég sé að það hefur verið kjósa núna til 3 ára. Einhver ástæða fyrir því að því yfirleitt hefur þetta verið gert til árs í senn, en svo sem ekki lögbundið, en er bara ástæða fyrir að það sé 3 ára? Nei, í sjálfu sér er ekki ástæði fyrir því. Önnur svo að segja það við kursum til 1 árs í upphafi. Síðan erum við búin að breyta samþykktum sveitarfélagsins og hvoru tveggja er heimilt. En í sjálfu sér er engin önnur skýring á því.
Þá förum við í kosningu varaoddvita. Það tillaga að kjósa Sólrúnu Helgu Guðmundsdóttur sem varaoddvita til 3 ára frá 2015 til 2018. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Einhverjum á móti. Það samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Þá það liður 1-3, kosning byggðarráðs. Það tillaga að eftirtaldir sveitarstjórnarmenn skipi byggðarráð næstu 3 árin frá 2015 til 2018. Aðalmenn verði Haraldur Eiríksson, Sólrún Helga Guðmundsdóttir og Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og varamenn verði Þorkell Torfi Jónsson, Ágúst Sigurðsson og Sigdís Oddsdóttir. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 1-4, kosning formanns byggðarráðs. Það tillaga að kjósa Harald Eiríksson sem formann byggðarráðs til 3 ára frá 2015 til 2018. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Einhverju á móti. Það samþykkt með 4 atkvæðum og 3 sitja hjá. Það kosning varaformanns byggðarráðs. Tillaga að kjósa Sólrúnu Helgu Guðmundsdóttur sem varaformann byggðarráðs til 3 ára frá 2015 til 2018. Þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Einhverju á móti. Það samþykkt með 4 atkvæðum og 3 sitja hjá. Það liður 1-6, kosning formanns íþrótta- og tómstundanefndar. Það tillaga að kjósa Sindra Snæ Bjarnason sem formann íþrótta- og tómstundanefndar í stað Ingvar Karls Jónssonar sem hefur sagt sig frá formennsku og setu í nefndinni vegna anna. Jafnframt tillaga að kjósa Jóhannu Hlöðversdóttur til setu í nefndinni í stað Ingvar Karls Jónssonar. Þeir sem geta samþykkt þetta, gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 2, fjarskiptamál í Rangárþingi ytra. 2-1, auglýsing vegna lagningar ljósleiðara. Fyrir liggur tillaga að auglýsingu þar sem beint auglýst eftir því hvort einhverjir hyggjast fara í fjárfestingar í ljósleiðara á næstu 3 árum í Rangárþingi ytra. Lagt til að tillagan verði samþykkt og birt sem fyrst á landsvísu í samræmi við leiðbeiningar stjórnvalda þar Orðið laust tillöguna ef einhver kveður sér ljós. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Samþykkt samhljóða. 2-2, samstarf við Ásahrepp í fjarskiptamálum. Afgreiðslu þessa liðar vísað til liðar 3, samanber dagskrárbreytingu, varðandi afgreiðslu málsins. Þá förum við í 3, samráðsnefnd Rangárþings ytra og Ásahreps, 4. fundargerð. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðinu öðru leyti staðfest. Liður 3.1, endurskoðun samstarfssamninga sveitarfélaga. Daniel Gunnarsson ráðgjafi og verkefnisstjóri í áfanga 2 satt fundinn undir þessum lið og hann fór yfir þá vinnu sem hann hefur unnið fram að þessu og kynnt nokkra minnispunkta sína. Hann hefur fyrst og fremst hugað samstarfi í fræðslumálum fram til þessa en einungis unnið að málefnum hjúkrunarheimilisins Lundar. Daniel greindi frá því að hann hefði rætt við skólastjórnendur og sveitarstjórnarfólk þá möguleika sem bent á í áfangaskýrslu 1. Bæði leið sveitarfélag
leiðandi sveitarfélag og mismunandi útfærslu á byggðasamlagi. Fram kom í máli Daniels að leiðandi sveitarfélag þykir almennt ekki kostur, ljóst er að hugmyndin eitt byggðasamlag, fræðslu, íþrótta og menningarstarfs gengur lengst hugmyndin slíkt rekstrarform. Tillaga Daniels á fundinu var að það form yrði greint ítarlega og áhersla lögð á að fá fram þau tækifæri og hindranir sem gætu fylgt slíkri leið. Tillagan var borin upp og samþykkt á samráðsfundinum með 10 atkvæðum og 2 sátu hjá. Það er tillaga með sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu samráðsnefndar. Þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 3.2. Samvinna fjarskiptamál. Guðmundur Danielsson ráðgjafi sveitarfélagana beggja í ljósleiðaramálum sat fundinn undir þessum lið. Guðmundur skýrði út þá samleiðarmöguleika sem felast í samstarfi sveitarfélagana í þessum málum. Fyrir liggja útferðar tillögur í 8 liðum samstarf til framtíðar milli Rangárþings ytra og Ásarhrepps þar sem leitað hagkvæmustu lausna við bætt fjarskipti í sveitarfélögunum báðum. Tillaga að sveitarfélögin gangi til samninga slíka útfærslu og sveitarstjórum falið að ganga frá slíku samráði í samráði við ráðgjafa og lögfræðinga sveitarfélagana. Þessi tillaga var samþykkt samhljóða í samráðsnefndinni. Og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu samráðsnefndar. Þeir sem geta sagt, það gefur merki. Samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 4. Sorphirðumál í sveitarfélaginu. Fyrir liggur tillaga að úrbótum í sorpmálum í Rangárþingi ytra. Settir verði upp afgirtir vaktaðir gámavellir á Hellu og landvegamótum. Gámavellir verði afgirtir með gönguliði sem verður alltaf opið og vaktaðir með myndavélum. Þar verða gámar fyrir heimilissorp sem eru fyrst og fremst hugsaðir til að þjónusta sumarhúsaeigendur. Einnig verða gámarnir fyrir endurvinnanlegan úrgang, til dæmis pappír, plast og fleira, sem nýtist bæði sumarhúsaeigendum og íbúum sem vilja flokka meira. Ekki verður tekið við öðrum úrgangi á þessum gámavöllum og þeim sem þurfa að losa sig við úrgang í meira magni verður áfram vísað á strönd. Ekki fyrirhugað að opna fleiri gámavelli að sinni. Áfram verða þó settir gámar fyrir grófari úrgang. Í hreinsunarátökum vor og haust á gámasvæði á Hellu, Þykkvabæ, við landvegamót á Rangárvöllum, við Þingskálaafleggjara og við Bakkabæi. Kostnaður við þessa framkvæmd áætlaður 4,8 milljónir á ársgrundvelli. Frekari greining mun liggja fyrir á næsta fundi byggðarráðs hvort hægt verði að mæta kostnaði með hagræðingu innan málaflokksins eða hvort gera þurfi sérstakan viðauka vegna þessa. Orðið laust þessa tillögu ef að einhver kall gjör svo vel. Já, það ánægjulegt að það að fara að opna gámavelli og ganga snyrtilega frá þessu og það er hið besta mál. Við á síðasta fundi lögðum til að þeir farið að skoða líka Þykkvabæi. Ástæðuna fyrir því að það sé ekki gert er það sumarhúsapælingin eða er þetta fjárhagslegt mál? Þakkaði fyrir þetta yngkall. Ágúst, svara þessu gjörsvel. Fara yfir þetta. Við erum búin að fara yfir að fylgja þessu greinargerð þarna sem sé með fundagögnum og það er búið að fara nokkuð vel yfir þetta, vil ég meina, og það eru auðvitað óskir svona úr sveitarfélaginu sem koma upp öðru hverju og menn sakna gámastöðarna komið sem voru hér víða.
Og sérstaklega var skoðað eins og við munum þetta með að opna Þykkvabæinn. Við vitum nokkurn veginn tölurnar í því. En síðan hefur verið gríðarleg pressa frá sumarhúsaeigendum að fá úrlausn í þessu sorgmálum. Og þar bæði verðum við að bregðast við, bara út af reglugerðum sem eru til staðar þau mál. Og svo viljum við þetta líka, vegna þess að við viljum þetta þjónusta þá þokkarlega líka eins og aðra og eins vel og við getum. Og það eru alls konar óskir, en við tókum þann ból í hæðina að boða til okkur á fulltrúar á öllum sumarhúsahverfum, þar sem eru svona þyrpingar og oft eru nú félög sem eru á þessum stöðum, þannig að það er svona einhverjir í forsvari. Við höfum kallað þá til okkar hérna á fundi til þess að fara yfir þessi mál og önnur mál. Þetta hefur verið svona stærsta máli í því. Og við höfum kynnt þessa lausn gagnvart sumarhúsaeigendum, það er að segja að vera með þetta sem hér er tillaga á Hellu og við Landvegamót með þessum hætti, gönguhliði en samt að vakta vegna þess að við vitum hvernig það er eftir helgarnar til dæmis á Landvegamótum, það er svakalegt. Það þarf bara það þarf skurðgröfur til að koma draslinu upp í gáma, þess að það liggur út allt. Og þannig að þetta er tillaga til þess að þetta leysir þetta gagnvart sumarhúsaeigendum, teljum við alveg, og það er ánægja með þetta. Og síðan auðvitað stendur þeim til boða að fá gáma bara félögunum sjálfum, eða þau vilja fá meiri þjónustu, en ég held að menn velji nú ekki þá leið, telja þetta dugi. Þess að þá lenda menn í sömu vandræðum og það er farið að nota þá gáma í ýmislegt og drasl fyrir utan. Þannig að þessi hugmynd gengur út á það að leysa þetta mál fyrir sumarhúsaeigendurna og auðvitað fyrir íbúa líka sem eiga leið hingað á Hellu eða eiga leið í áttina til Reykjavíkur, svo náttúrulega strönd í austurátt. Þannig að það sé svona, það er nokkuð gott aðgengi og síðan erum við vorhreinsanir og hausthreinsanir sem er auðvitað heilmikil þjónusta og þá eru þessi gáma allir nýttir. En þá, nei, ekki, tillagan er þá svo að endurvekja ekki fleiri gámavelli. Auðvitað það út af kostnaði, þetta kostar frá nokkuð og að sinni. Og fá líka bara reynslu á þetta, hvort þetta mun ganga vel og hver líka kostnaður verður þetta, því að það er ákveðin óvissa í því líka hvað þetta kostar nákvæmlega. Það fer svolítið eftir hvernig þetta er notað og hversu mikið og hvernig þessar myndavélar ná að stýra þessu betur verið hefur. Ef þær ná til dæmis ef þessi gönguhlið og þessar myndavélar ná að breyta umganginum þessa gámavelli, þá þýðir það stórkostlega sparnað. Og það getur leitt til þess að við höfum þá möguleika til að gera eitthvað meira. Þannig að mér finnst tillagan ekki loka á það, en þetta er það sem menn leggja til að gera núna. Takk fyrir það. Fleiri? Einhver kertjusverð? Já, þá væntanlega væri hægt að nota þann sparnað til þess að opna þá niður á Þykkvabæ. En ef að sko Hellusvæðið á að þjóna sumarhúsaeigendum, þá væntanlega hérna fyrir austan okkur, er þá ekki eðlilegra að þeir færu niður á strönd. Að byrja bara þá á Meirtungusvæðinu, bíða með Hellu og vísa þeim þá niður á strönd og sjá hvernig reynslan er af þessu. Það er því ótildi. Nei, það nefnilega dugar ekki til, þó svo maður vilji gjarnan, þannig höfum við haft þetta. En hins vegar í þessum reglum sem til eru þá gagnvart sumarhúsaeigendum, þá er gert ráð fyrir því að þeir geti losnað við sorp á leið sinni frá sínu sumarbústað og yfirleitt er það nú alltaf jafnt til að reyna til Reykjavíkur. Það eru mjög fáir sem eiga sumarbústað og fara svo heim til sín eitthvað hérna í austurátt. Þannig að það er af þeirri ástæðu og vegna þess að hérna eru þetta þjónustan, hérna eru verslanir og slíkt, þá á fólk yfirleitt alltaf erindi hingað. Þannig að í það mesta í viðræðum okkar við sumarhúsaeigendur þá leysir það þeirra mál og uppfyllir líka þessar reglur. Það er vegna þess.
Og það var hér gámur, til dæmis hafður á sumrin, hérna bara fyrir utan miðjuna hérna. Og það leysti ákveðið vanda en var náttúrulega hrikalegt fyrir okkur því það bara fór í þetta bara sko dótt og drasl og rosalega kostnaður af þessu. Þannig að með því að hafa þetta við hliðina á áhaldahúsinu og vaktað og bara göngulið þá teljum við að við eigum að geta hafa náð þessu á viðráðanlegum kostnaði. Þannig að þess vegna það nú sem að það valið, það ekki af neinum öðrum ástæðum. Það ætla að geta uppfyllt þetta örugglega og við lendum ekki í neinum kærum og vandræðum með það sem önnur sveitarfélög hafa lent í. Þetta sér ekki ánusýslu. Takk fyrir þetta Ágúst. Fleira? Þá ber ég áður framborna tillögu undir atkvæði. Þeir sem að geta samþykkt hana gefi merki. Einhverjir á móti. Hún samþykkt með 4 atkvæðum, 3 sitja hjá. Yngvi Karl. Við fáum að bóka við hjásinn. Já. Sendu það og ég les hana bara. Það fulltrúar álýst að sitja hjá við afgreiðslu þessa máls og harma ekki sé vilji til að opna gámavöll í Þykkvabæ þar sem nú verið að leggja til útgjaldaraukningu og bæta þjónustu íbúa sveitarfélagsins í sótthreiðum og undir þetta skrifa Yngvi Karl handleikur Sigurðs. Ég bygga það bara upp. Bygga það bara upp og við höldum áfram. Ég sendi þér þetta bara. Það liður 5 erindi frá Álista. Yngvi Karl. Já. Kynna hana. Já. Við sáum það í dagskránum daginn að Rangárþing eystra var að tala það væri mjög margir íbúar þar, aldrei verið fleiri. Og við vonumst til þess að við fáum eitthvað af þeim að því hjá okkur líka að það fjölgi hér töluvert á næstu árum. Það er í flöðunum hjá gert ráð fyrir að íbúar sveitarfélagsins fjölgi og okkur langar til þess að sveitarfélagið hafi einhverja áætlun það að taka vel á móti einstaklingur sem flytja inn í sveitarfélagið, hvort sem það eru að vera lendur bergibrotið eða Íslendingar að flytjast til okkar. Þannig að við leggjum til að gerð verði móttökuáætlun fyrir nýja íbúa í Rangárþingi ytra og útbúið kynningarefni meðal annars hvað sveitarfélagið hefur upp á að bjóða, bæði í þjónustu sem og félagsstarfi. Og undir það skrifum við Yngvi Karl, Margrét og Sigdís. Takk fyrir það. Þetta er bara góð tillaga, hljómar vel og ég held að það sé bara til bóta að finna einhverju svona áætlun í framkvæmd og auðvitað viljum við laða til okkar fólk og taka vel á móti því og ég held að sé bara gleðiefni að koma einhverju svona í framkvæmd og tek heilsugar undir það. Orðið er laust. Ingi kveður sér ljós. Hann lýsir tillögu náttúrufulltrúar Álista að leggja til að gerð verði móttökuáætlun fyrir nýja íbúa í Rangárþingi ytra og útbúið kynningarefni meðal annars hvað sveitarfélagið hefur upp á að bjóða, bæði þjónustu sem og í félagsstarfi. Og undir þetta skrifa fulltrúar Álistans og ég ber tillöguna upp. Þeir sem geta samþykkt hana gefi merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við lið 6. Friðlandafjallabæki. Stofnun starfshóps. Fyrir liggur að stofna starfshóp endurskoðun Friðlandafjallabæki og mögulega stækkun hans og erindið frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Það er tillaga að tilnefna Þorgils Torfa Jónsson í starfshópinn fyrir Rangárþing ytra. Orðið laust, Ingi Karl. Það kemur nú ekki svona fram alveg í plagginu, hvort það hefur verið að bíða 1, 2, 5 fulltrúa.
Íslands? Já, okkar skilningur var sá að það sé verið að biðja einn, en það gat nú verið að það væri verið að biðja tilnefningu bæði karl og konu svo þeir gætu valið sér fulltrúa eitthvað til að reyna að halda að kynja hlutfalli, en það er nú okkar mat að það sé nú bara ráðuneytisins að það skapt út sína fulltrúa til þess að verða við þessu. Það var svona hugmyndin. Ágúst Skjörsson. Já, ég held að þetta sé einn fulltrúi, örugglega, en og mér finnst bara, þetta er mjög mikilvægt mál og það eru þetta mjög margir sem eru vel hæfir í þetta, en ég held að það sé bara mjög vel tilhlýðilegt að skipa oddvita okkar og forma skipulagsnefndar í þetta mál. Mér finnst það bara, þetta er þungavigta mál og þannig að ég bara mæli með þessu. Þú veist svo til að hann er karl. Og ég hætti að þetta ekki mjög lengi. Þannig að ég bara mæli með því. Þetta er mjög þýndamík, það er nokkur vað og er eina perlum Íslands, þannig að það þarf að vanda þarna öll verk. En þá ber ég upp tillöguna þeir sem að geta samþykkt að tilnefna Hörður Storfa Jónsson í starfshópinn G-merki. Það er samþykkt samhljóða. Förum við lið 7. Byggðaráður, Hálfdór Sitra, 11. fundur. Það tillaga sveitarstjórn staðfest í fundargerðina. Ingvi Karl Björnsvel. Varðandi lið, varðandi afgreiðsluna 19. júní fá að taka hann út og afgreiða það sérstaklega. Verðum við því. Ég lesi það. Nei, ekki það. Það er það ekki upp bara. Annað er Það liði 2. Lið 2, þá er tillaga það að taka út lið 2 en að staðfesta fundargerðina að öðru leyti og þeir sem geta samþykkt takið við merkinu. Það er samþykkt samhljóða og þá förum við í lið menntanlega 7.1. Viltu síðan? Það er á textanum. Þá kom liður 7.1. Kosningaréttur kvenna í 100 ár, 19. júní. Byggðaráð tekur heilshugar undir að ástæða er til að minnast þessa merkutímamóta með viðeigandi hætti. Að þessu tilefni verði öllu starfsfólki sveitarfélagsins sem þurs óska gert mögulegt að taka frí frá vinnu frá hádegi þann 19. júní næstkomandi. Þetta er samþykkt samhljóða í byggðaráði. Afslátt. Og Ingvi Karl hefur beðið orðið þennan lið. Ég bara... Þú ert bara fórum 700 atkvæðagreiðslu. Þá er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu byggðaráðs. Þeir sem geta samþykkt það, gefur merki.
Einhverju á móti? Það er samþykkt með 6 atkvæðum, 1 situr hjá. Þá förum við í lið 8. Fræðslunefnd Rangárþings Ytra og Ásarhrepps, 7. fundur. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Þeir sem ekki. Viltu orðið? Já. Yngvi Karl, við beðum orðið að gera svo vel. Tefja hennar fund svona, en hérna varðandi hérna skólastefnuna að það er vitnað þarna í að það sé verið að vinna eftir þeirri stefnu sem nú er þegar til staðar. En nú hefur sveitarfélagið ekki samþykkta skólastefnu og ég velti fyrir mig bara þetta orðalag í bókun að ég vil ekki fara að samþykkja fundargerðina og þar með samþykkja einhverja skólastefnu sem er ekki til á pappír. Þannig að hvaða sýn hafið þið á þennan póst skólastefnu? Er þetta opinbert plagg einhvers staðar? Nú myndi ég gjarnan vilja gefa sveitarstjóra og formanni Fræðslunefndar orðið. Já, oddviti, það segir sem sé í þessari fundargerð þarna sem sé með leyfi oddvita. Gjörðu svo. Skólastefna fyrir Rangárþing Ytra og Ásarhrepp er til í drögum en unnið hefur verið af henni á undanförnum árum. Slíkt plagg er í eðli sínu lifandi og sífellt til endurskoðunar mikilvægt er engu að síður að samþykkja á stefnu sem nú er fylgt. Tillaga að fá Daníel Gunnarsson ráðgjafa til þess að vinna með fræðslunefnd að því að klára stefnuplaggið en að leggja megi það fyrir til formlegra afgreiðslu fyrir næstu áramót. Formaður fær að ræða við Daníel og greina kostnað við að ljúka verkinu. Hugsunin í þessu er auðvitað svo að þetta er til í drögum og þetta er ekki eitthvað sem er meitlað í stein til eilíðar nóns, heldur á þetta að vera lifandi. Þannig að hugsunin í þessu var svo að koma prentari stefnu út sem sé opinn og formulega þó svo hún getur síðan tekið breytingum á einhvern tímann í framtíðinni. Þetta hefur svolítið verið svona að bíða með þetta og vinna að þessu og það er kannski byrjaði nú 2007 á miklu þingi sem hér var haldið og síðan hefur þetta unnið í framhaldinu af þeim og maður þekkja til og fólk sem hefur starfað fræðslunefnd. Það var nú hugsunin í þessu að svona láta ekki mjög langan tíma líða þangað til að þetta fyrst væri svona plagg. Það var fyrst og fremst hugsunin að ég veit ekki hvort þetta skýrir málið eitthvað betur. Þú vil það, gjör svo vel í því. Já, er við sem sagt eða sko fræðslunefndin er þarna óska eftir því að fá Daníel til vinnu. Þannig að við þurfum þá að taka þetta út úr fundargerðinni og afgreiða það sérstaklega hér. Þakka þér fyrir, Yngvi Karl. Ágúst, gjörðu svo vel. En það er alveg hægt að taka, kannski er það eðlilegt að taka þetta út sérstaklega. Það sem er að biðja er í rauninni að greina kostnað við að ljúka verkinu alveg lengri haldið á þessu forsendum. Ekki að það sé ákveðið að fá fram hvað kostar það. Sem er óljóst. Sko, mitt mat er svo að það sé ekki verið að leita eftir heimildir kostnaðar. Það kemur hann alveg skýrt fram að formanni er falið að ræða við Daníel, ekki að ráða hann í vinnu og greina kostnað við að ljúka verkinu. Og þegar að fræðslunefnd hefur gert það, þá væntanlega þarf að leggja það fyrir sveitarstjórn og óska eftir heimild til þess að fara í að ljúka við þetta verk og fá heimild til kostnaðar við það. Er ekki sammála þessari túlkun? Þannig að við förum ekki fram úr okkur með þessu. Sáttu þetta? Þetta er rétt. Þá er tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerð fræðslunefndar
þeir sem að samþykja það gefur merki, samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í lið 9, 7. fundur umhverfisnefndar. Það er tillaga að staðfesta fundargerðina. Þeir sem að geta samþykkt það. Frestum atkvæðagreiðslu, kaffi og beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, það er varðandi 3. lið í fyrir fundargerð. Umhverfisnefndar. Það sem er að fjalla fjölskyldugarðinn. Fjórða? Já, fjórði liður. Fjórði liður, ok, 3. Nefndin vill að sveitarfélagið úthlutið svæði á Árbakkanum fyrir fjölskyldugarð og fara að vinna að því að undirbúa gerð þessa garðs. Með því að samþykkja fundargerðina erum við að samþykkja það að við úthlutum svæði á Árbakkanum. Ég lít þannig á að með því að samþykkja fundargerðina væri ég að samþykkja. Ég lít þannig á að við séum ekki að samþykkja úthlutun, heldur fyndist mér túlkun eigi að vera þannig að næst sé að gera tillögu að úthlutun og þegar tillagan er klár þá verður hún auðvitað lögð formlega fyrir. Við getum ekki úthlutað einhverju óskilgreindu, þannig að við erum bara að samþykkja það að eins og bara eðli málsins hefur gengið undanfarna vikur og mánuði að við erum búin að samþykkja gera þetta og þá er næst bara að verða við vilja nefndarinnar að skilgreina einhvert ákveðið svæði og leggja það síðan fyrir sveitarstjórn aftur. Ég held að það sé alveg klart. Við getum ekki samþykkt eitthvað óskilgreint. Ingvi Karl Björnsson. Það er skilgreint þarna í rauninni svæði við ána. Já, en þannig að það segir ekkert til stærði eða legu eða neitt. Ég er alveg samanlega því. Ágústur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það hluti. Ég vil rifja það upp á sveitarstjórnarfundi nr. 12 sem mann sést ekki hvað dag var. 12. sveitarstjórnarfundi. Þá var eftirfarandi ákveðið fjölskyldugarð. Sveitarstjórn með leyfi oddvita. Sveitarstjórn tekur undir tillögu nefndarinnar að vinna að þróun útivistarsvæðis fyrir íbúa á svæðinu meðfram Ytri-Rangá og neðan við bæinn Nes. Sviðsstjóra eigna og framkvæmdasviðs falið að vinna málið áfram í samstarfi við umhverfisnefnd. Þetta er í þessu farvegi. Svo kemur, fyrir Ágúst, svo kemur væntanlega tillaga hvar nákvæmlega og hvað stór og það þarf að koma til okkar aftur, til umhverfisnefndar og síðan okkar. Gjörðu svo vel. Og eru til að skjóta þessu upp aðeins aftur? Þessu? Já, það segir þróun útivistarsvæðis. Sveitarstjórn tekur undir tillögu nefndarinnar að vinna að þróun útivistarsvæðis. Í fundargerð umhverfisnefndar er talað fjölskyldugarð. Það er svona stigsmunur á þessu. Þannig að bara að það sé á hreinu að það sé að útivistarsvæði er allt annað heldur en fjölskyldugarð. Hvað fyrir? Karl, Sólrún, Helga, gjörðu svo vel. Stendur hérna tillögu nefndar staðsetningu þróun fjölskyldugarðs á Helga. En í bókunum Já, ég veit. niðurstöðum. Ég met þá nú þannig að það sé ekki kannski stigsmunur á þessu heldur flækbriðamunur og sveitarstjórn er búin að fela umsjónumanni áhaldahússins eða eignaumsjónar að vinna þetta verk með nefndinni, þannig að ég hef enga trú að þessi nokkur ágreiningur það hvaða heiti þetta verði gert. Svo hvort að þetta muni heita fjölskyldugarður eða útivistarsvæði fyrir íbúa eða nema hvoru tveggja sé, gæti alveg þess vegna verið að það muni ekki vefist fyrir okkur.
en keimlíkt er það og gæti farið saman í mínum huga. Norður lausn þetta ef að frekar ef svo ekki þá ber ég upp tillögu það að sveitarstjórn staðfesti fundargerð umhverfisnefndar þeir sem geta samþykkt hana G-merki samþykkt samhljóða. Þá fórum við lið 10. Félagsmálanefnd 27. fundur. Reglur félagslega liðveislu. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti reglurnar. Orðið laust það ef þið viljið eitthvað það segja. Enginn kveður sér ljós, þá ber ég þetta upp til staðfestingar þeir sem geta samþykkt það, gefið merki, samþykkt samhljóða. Þá fyrir við 10.2. Reglur vinnu starfsmanna félagsmálanefndar. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti reglurnar. Orðið laust tillögunum, enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt reglurnar, gefið merki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í lið 11, skipulagsnefnd Rangárþing ytra, 82. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest og ég mun fara í gegnum liðina hvernig fætur öðrum og tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar í öllum liðunum og ef að eitthvað í fundargerðin sem þið viljið ræða sérstaklega þá stoppið þið mig bara af við viðkomandi lið. En það 11.1. Snjallsögði 1 landsskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir í landsskiptin og leggur til að málinu verði framhaldið þegar staðfesting aðkomu inn á Árbæjarveg liggur fyrir frá Vegagerð ríkisins. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.2. Svörtuloft 2 landsskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við áformuð landsskipti. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.3. Minnivellir landsskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.4. Seljaleggur 2 og 3 landsskipti. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformuð landsskipti og það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.5. Svínhagi SH 17 breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 43. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.6. Haukadalur lóð B deiliskipulag. Skipulagsnefnd tekur undir með Umhverfisstofnun og leggur til að auglýst tillaga verði send Skipulagsstofnun samkvæmt 3. málsgrein 45. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.7. Gaddstaðaflatir deiliskipulag hesthúsasvæðis. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. Ingvi Karl hefur beðið orðið. Þetta deiliskipulag mjög flott og fínt og gaman að þetta skulle vera komið á koppinn og á stað. En það sem að mig langar til að vita hvenær var formlega farið af stað í þessa vinnu frá hendi sveitarfélagsins. Að vinnuhópur hafi verið skilja að koma með deiliskipulag. Hvað verið það? Ágúst, við þig að svara þessu. Já, svo eins langt og ég get svarað því, þá skal ég gera það.
það er svo að þetta fara mjög langt aftur í því og þetta skipulag hefur verið í rauninni á teiknborðinu í mjög mörg ár og ég þori ekki að segja hvernig það byrjaði nákvæmlega. Það eru áratugir í rauninni sem þetta er búið að vera í gangi. Sveitarstjórnir fjallaði þetta og skipulagsnefndir í gegnum tíðina. En það var í það minnsta, ef maður skoðar fundargerðir svona tveggja síðustu kjörtímabila, þá er mjög mikið um þetta fjallað og kynningar á afar svipuðu því sem að nú er skipulagsnefndir fjallaði núna síðast. Og meðan þess var rakst ég á kynningu á þessu frá líklega 2006, þar sem var bara heljarna kynninga á þessu skipulagstillögum fyrir sambandi við skipulagsdag sem haldið var hérna í félaginu. Þannig að þetta er búið að gangi mjög lengi og síðasta kjörtímabili einnig og í rauninni er bara verið að vinna áfram með það sem að var komið. Og síðan formlega á okkar kjörtímabili þá fer þetta í gang með ákveðnum skipulagsnefndar í rauninni frá því núna í janúar að vinna í þessu. Eða svona, já, að koma þessu að klára þetta. Þannig að ég held að það sé þetta fer ekkert með öðrum hætti af stað í sjálfu sér núna. Og það má segja að það var í desember, ég minn það rétt fyrir jólin, þá var fundur hér með hestamönnum ýmis mál sem tengjast gaddstaðaflötum og bara hestamennsku á svæðinu. Þetta sprettur nú svolítið upp úr mótshaldi og landsmótum og þessu og skipulagi á ekki bara hesthúsahverfi heldur bara öllu útvistarsvæði tengt hérna sunnan við veginn, gróðursetningum og slíkur. Það var svona allsherjar fundur með þeim svona, hvað ég var að segja, hagsmunaaðilum í þessu, Rangárbakum og Rangárhöllinni og hestamönnum hérna á svæðinu, hestamannafélaginu. Þannig að það gerðist áður heldur en skipulagsnefnd síðan tekur þetta upp og minnir sér 14. janúar sem þetta minnir það hér. Og þannig að það má segja að þá kemur ákvörðun um það, en þetta er auðvitað bara, svo við tölum nú sko fjárveitingar í þetta, þetta kostar allt svona lagað eitthvað, það er bara að vera að klára eitthvað sem maður er löngu búið ákveð að gera, að þá töldum við það að það rúmast bara innan liðarins skipulagsmál í Rangárþingi í þetta. Þetta getur eitthvað sérstaklega lið. Þannig var áallan í kostnaðarins. En það í rauninni var að klára mál sem hefur mjög lengi verið í vinnslu. Það er veitaði við það, ég held að sé klárlega búið að ræða þetta minnsta kosti 3 sinnum í skipulagsnefnd, þannig að skipulagsnefndin auðvitað er með þetta á sínum framfæri og það má segja skipulagsfulltrúi kemur með þetta inn á dagskrá nefndarinnar. Hann á í þannig frumkvæði af því með sveitarstjóra upp úr þessum umræðum við hesthúsamenn og það er skipulagsfulltrúin í raun og veru sem leggur þetta og setur þetta á dagskrá skipulagsnefndar. En þú bauður orðin Gjörsur. Já, takk. Sko, aðkom okkar að þessu hefur ekki verið nein önnur en að sjá teikningarna bara þegar það voru rauninni fullbúnar. Það var svona þyngdist á manni brúnin að hafa ekki verið boðið að vera með í fyrri partirum af þessu. Annað heldur en samþykkja bara uppkomnar teikningar. Heldur hönnunarferli þó ég sé ekki hestamaður. Og hefði okkur þótt gott að hafa svona input í þetta fyrr. Takk fyrir það, ég tek bara undir það. Það er auðvitað þannig að öllum í skipulagsnefndinni hafa tillögur rétt að sitja mál í ákveði ferli og með ýmsum hætti og kalla að sérfræðinga og gera hvað sem er, þetta er bara okkar mál og hérna við höfum bara getað þess og ég skal bara vera í liði með þér í skipulagsnefndinni það að við pössum upp og það bara sjónarmið allra í skipulagsnefndinni komið á framfæri og við fáum að vera með í því þegar að þróun er í gangi.
Við höfum hérna fulla rétt á því og allir í sveitarstjórn. Það er sveitarstjórnin öll sem fer með skipulagsvaldið og hérna við hefum auðvitað, ef við viljum eiga aðkoma að einhverju þá hefum við bara hikstalaust að láta vita af því og ég hef enga trú á því að það verði neinum höfði frá. 2 vikna fundarnir. Það verður við því, gjörðu svo vel. Já, fundið er framhaldið. Við erum í lið 11.7, Gastaðarflatir deiliskipulag Hestusvæðis og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. Við erum í lið 11.8, Ungurfit, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd samþykkir að gerðar verði nauðsynlegar breytingar á skipulaginu til að rétta af lóðamörk leita skal samþykkis annarra lóðahafa á svæðinu. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.9, Efrasel 2, lóð 22.29.58 deiliskipulag. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til skipulagsgerðar til að ferli hefjist þegar niðurstaða hefur fengist frá vegagerðinni á tengingu inn á Bjallaveg. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.10, Svörtuloft, deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá lýsingu þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framleiða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 45. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.11, Landsnet, breyting á Sigurdulínu 3. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði framkvæmdarleyfi til Landsnets á grundvelli fyrirliggjandi gagna. Skilmálar taki meðal annars á að öllu raski á umhverfi verði haldið í lágmarki. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.12, Grásteinn, umsókn framkvæmdarleyfi. Skipulagsnefnd átelur landeiganda fyrir að hefja framkvæmdir án nauðsynlegra leyfa. Fyrir liggur að framkvæmdin þarf að vera í samræmi við skipulag sem hún er ekki. Nefndin telur þó að framkvæmdin sem slík sé ekki þess eðlis að hún kalli á meðferð samkvæmt lögum umhverfismat, en að hún falli undir leyfisskyldu. Landeiganda verði því gert að deiliskipuleggja svæðið sem áformað er að nýta til starfseminnar og leggur skipulagsnefnd til að framkvæmdarleyfi verði gefið út þegar deiliskipulagið hefur öðlast gildistöku. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. 11.13, Minjastofnun, stefnumótun verndun fornleifa og byggingar arfs 2015-2020. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti afgreiðslu skipulagsnefndar. Forliður 12, fundargerð 828. fundar, SAS, lögframtíðkynningar, er það ekki? SÍS, Sambandsýtlikarsveitarfélagi á. Liður 13, 16. fundur félags- og skólaþjónustu, lögframtíðkynningar. Liður 14, 11. stjórnarfundur Lundar, lögframtíðkynningar. 15, 495. fundur stjórnar SAS, lögframtíðkynningar. Liður 16, leiðtogaskóli og ungmennavika NSU, lögframtíðkynningar. Liður 17, Háskólafélag Suðurlands, ársreikningur 2014, lagður fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá og verður ekki gert, annað en að undirrita fundargerð þegar hún hefur verið brennt út og þar með segi ég fundi slitið og þakka fyrir.